Helgi Rúnar Bragason, Helgi, þetta var drjúg og góð helgi hjá þér og stelpunum í Þór, 2 sigrar á móti Hamri. Þú hlýtur að vera afar sáttur. Já, gríðarlega sáttur, eins og við ræddum saman í vikunni með að þá var allt kapp sett á varnarleikinn og hann heldur betur stóð undir væntingum og allra þessari vinnu sem við gerðum þessa viku. Ég var mjög ósáttur eftir síðasta leika mútið KR, fá okkur tæpa 100 stig og stelpunar svöru kallinu algjörlega og öllu því sem ég óska eftir þar. Það sýndi það nú bara strax í fyrsta leikluta að þetta var bara eins og í laginu hjá Ómar Ragnars, lok og læs og allt í stáli. Ég var hann að halda eftir að loka fyrir Páli líka, en ég fekk að vera með. Já, það var nú gott. Við viljum hafa einu Páli mín. Þetta var flott bara og ég virkilega ánægði með þær og svo duttu við reyndar aðeins niður ég held ég kannski rósaður aðeins svo mikið eftir fyrsta fjórðung, enda líka var hann stórkostlegur og en þannig að við döttum í smá bakslag í öðrum en komum strax tilbaka í seinni hálfleikana, ég var mjög ánægður með það. Það er nú ekki algengt sem að sér að lið haldi andstæðingum í 4 stigum í fyrsta leikluta. Þetta er nú eiginlega, ég bara man alla eftir svona. Nei, en þetta er það sem að ég vil. Þetta er minn leikur ef að svona, ég myndi segja, þjálfaralega að segja að kannski minn sterkleik er meira varnarleikur heldur en sóknar og reyna að rífa stelpunar í það að berjast og vera svolítið skipulegar í vörn, að þá hef ég minni áhyggjur á sókninni. Það er bara ef við stoppum andstæðinginn, að þá er ég ekki eins stressaður yfir sóknarleiknum og slíku. En þetta var bara flott og við viljum halda liðanum undir 50 stigum. Við tókst það, bara heldur upp á stig í báðum það var ekki sama skoreldi í báðuleikin, heldur fengu 45 stig á okkur í báðum sikkur leiknum, þannig að þetta var bara frábært. Það er náttúrulega, var svona kannski, þetta leit, þeir voru konu upp í eða 40 stig á fórskot að hluta til leiknum, en svo kom svona eitthvað kærleysi undir lokinni í 4. leikluta og Hamar náði aðeins að pínu að laga stöðuna. Já, en ég meina, við hefum ekki glemma því að það voru allar að spila. Við erum með 12 skýrsla að vísu, var einn meintist einin í uppbytun eða búin að vera síðustu sólarhringinn meitt á tá, hún Alessandra, en öðru leiti voru allar að spila og allar að fá fullt af mínútum og þannig að þessar ungu stelpur eins og liðið er svolítið í meiri hluta, að þar fengu líka dýrmætar mínútur sem að það er eiga að nýta sér þegar að koma inn á, það er eiga að nýta hverju einustu sekundi sem að fá bara til þess að skóla sér til og taka þátt í þessu verkefni með okkur. Þetta er það sem allir vilja, það er að spila. Og það er náttúrulega heldur betur þessar mínútur sem að þessa stelpur að fá þetta fyrir í hennan fína banka sem við kallum reynslubanka og á eftir að nýtast er að framlega stundir. Já, klárlega og hver mínúta telur og þegar þú ert að byrja þessu sviði í meistaralokk að þá er bara hver sekúnda nánast dýrmætt og það er bara spurning hvernig þú meðhöndlar þann tíma sem þú farið inn á vellinum þegar þú komin inn á, hvort þú ætlar að láta tilinn taka og eða ekki, og ég segi það, ef að ég fæ stelpur inn á sem geta að spila vörn, þá hef ég ekkert áhyggjur af því að það sé inn á vellinum, þá er ég ekkert að spá í hvað maðurinn heitir eða eitthvað slíkt. Ef hann kemur inn á, spila vörn, ekki treystið hann spila vörn allir tíman, þá er það flott. En þú lítur að vera sáttur bara með það sem komið að við vetri, þetta lítur að vera vel út. Ég er bara gríðlega ánægður, ég held þessu konuna í 3. og 4. sæti, við erum bara í narti hæluna á Fjölni sem við hefðum átt að vinna runni þennan eina leik sem við spila við á úti. Þær voru með Kana og við vorum, eins og við erum bara alíslenskt skemmtilegt leikandi lið og með bullandi baráttu og gleði. En ég segi það ekki, við hefum unnið það leik ef við hefum ekki verið að spila framlíkingu kvöldinu undan að þeim tíma. En það er alveg 3 leikir ennþá eftir við Fjölnir, þannig að við tökum þá bara. Það er bara markmiðið, það er að skella þeim sem og mörgum öðrum leikum. Já, við erum núna komin allavega vel settir í 4. sæti sem að því er úrslitasæti og þannig að því markmið er allavega ná. Ég er bara hungraðri meira, ég bara klifur upp töfluna og vera á toppnum. Já, svona sem Málþór segir, mikið vill meira.
Já, maður verður bara í þessu sporti að þá það bara þannig, veist, þegar þú búin að ná einhverja áfanga, þú búin að ná einhverju milestones eða einhverju slíku, þá verður þú bara að halda á, viltu finna þér nýtt markmið og halda áfram og hérna við erum, eins og segi, vel settir í 4. sæti og ég bara skora á okkur allara að halda áfram og klifra upp og strax næstu helgi munu vera gríðarlega mikilvæga leikir hvað það var þar. Við erum að fara að spila á móti ÍR fyrst skipti til dæmis og það svona leikur sem að hérna er okkur mjög mikilvægur og þær eru svona í þessu sama fasi og við í þessu 4. til 5. sæti ásamt Hamri. Við ætlum að eigna okkur allan að 4. sæti stund. Já, það er bara skilyrðislega krafa frá mér. Helgi, þetta glæsilegt til hamingju og gangi ykkur vel. Herra, takk fyrir það. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.